KPMG hefur svolítið leyft mér að ráða svona sem verkefni sem við höfum gert og áhugasvið mitt einmitt að gera eitthvað fyrir unga krakka og reyna að hvetja það áfram og það er bara ótrúlega gaman. Við erum sem sagt með 30 krakka í fyrri hóp og 30 krakka í seinni hóp og við erum bara að reyna að skapa geggjaða stemmingu og vera með æfingar sem að svona kenna manni mikið. Við í KPMG heldum fyrst svona æfingar eftir stelpugólf, það voru verðlaunin úr mótinu að koma svona æfingar og við erum búin að svona þróa æfingarna síðan þá. Púttó kölluðum við Óli þetta, Ólafur Loftsson Púttó, það er nafnið sem við settum á það. Þetta er sem sagt, það er alls konar þrautir og þetta reynir líka svolítið á andlegu hliðina, þannig að stundum ertu heppinn, stundum ertu óheppinn og þú þarft að bara taka því og sumt ræður við og sumt bara, þú þarft bara að taka þeirri áskorun. Bara markmiðið er í raun að hóa saman okkar ungu og efnilegu kylfinga og aðeins að fá að svona, sjá hvað þau geta og hvað þau standa. En kannski fyrst og fremst bara til að hvetja þau áfram. Þetta er bara að búa til skemmtilega æfingu og það sem að þau fá tækifæri til að hittast og keppa við hvort annað. Þannig að það er svona fyrst og fremst markmiðið. Við erum með nokkuð breiðan hóp, það er mjög mikill áhugi, þannig að ég held að það sé bara mikilvægt hjá okkur að viðhalda þessum áhuga og já, vera bara duglega að svona ýta við þeim og svona halda utan af þeim. Þetta var áskorun, við vorum með 30 kylfinga, þannig að það þurfti að vera mjög skipulagður, þannig að það tókst vel. En við svona seldum það svolítið sem eitt af svona atriðunum sem við vorum að reyna að þjálfa hjá krökkunum, að það er að sýna þolinmæði og vera með góða einbeitingu, þannig að við vorum svona aðeins að reyna að læða nokkrum fræðslupunktum inn og mér fannst það takast bara mjög vel.